Jensens hús á Eskifirði, sem í eigu Fjarðabyggðar, var byggt árið 1837 af Jens Peder Jensen og eitt elsta íbúðarhús á Austurlandi og eitt af elstu húsum landsins. Það var friðað í ársbyrjun 1990 og byrjaði að endurgera það nokkrum árum síðar, sem tók þó sinn tíma. Nú þjónar húsið sem dvalarstaður fyrir lista og fræðimenn, svokölluð residensía. Og ég segi að þetta sé krúttlegasta residensía á Íslandi. Residency, segðu okkur hvað það er. Gesta vinnustofa. Þetta vinnustofa fyrir gesti sem eru annarkvort listamenn eða fræðimenn. Þetta svona fræði- og listamanna vinnustofa. Þannig að fólk getur komið hérna á dvalið og unnið að sinni vinnu, hvort sem það verkefni, rannsóknarverkefni eða bara að skrifa eða mála eða spila tónlist eða hvað það sem að það gerir hér. Þetta hús byggt 1837 á náttúrulega sína merku sögu, en eins og gerir svo gjarnan þá einhvern veginn drabbast þessi hús niður. En hvað gerðist hér? Já, það var búið í húsinu upp undir 1970, en svo var það ekki fyrr 93-96 sem að það var farið að gera húsið upp aftur og það var steyptur nýr grunnur undir það og svo var það hækkað aðeins og fært aðeins á lóðinni því það stóð svona svolítið óheppilega á þeim tíma. En að öðru leyti þá það alveg í sinni upprunalegu mynd. Það er náttúrulega ekki mjög stórt svona á nútíma mælikvarða. Veistu stærðina á því? Já, þetta er 4x8 metrar. Á grunnfleti? Já, á grunnfleti, já. Og svo lítið svefnloft hérna uppi. Já. Eigum við ekki bara að skoða þessa fermetra og sjá hvernig þetta lítur út? Endilega. Ég er mjög spennt að sjá. Og þegar maður labbar hérna fyrir hornið og maður hlustar á árniðin hérna, þetta ekkert smá umhverfi sem við erum í. Já, þetta rosalega fallegt og þegar fólk kemur hérna að því að húsið svona falið, það keyrir aðamlega hálfbreiði þegar það sér þessa litlu perlu hérna, földuperlu, og kemur svo hérna fyrir og í þetta umhverfi hérna og hólmatindurinn eins og fallegur og hann hérna. Þetta er alltaf stórkostlegt, sko. Svo sagan inni öll. Já, nákvæmlega. 200 ár næstu því. Gjörðu þetta svo vel. Það er ekki sérstaklega hátt til loft fyrir að vera minni Íslendingarnir á þessum tíma. Það margir listamenn sem eins og til dæmis svona bara konur svona minni stærð sem hafa sagt að þeim líður eins og risum í Putalandi hérna í þessu húsi. En það líður öllum rosalega vel hérna. Þetta hefur ekki verið til vandræða. Ég hef stundum verið eitthvað að reyna að afsaka það svona hávaxni menn og svona þetta væri kannski eitthvað erfitt en það virðist einhvern veginn ekki trufla fólk. Þetta eitthvað svo huggulegt og notalegt að vera hérna inni. Það líður öllum ótrúlega vel hérna. Það mjög gaman, sko. Það hefur verið skilið eftir mjög góður andi. Nefnilega, og svo náttúrulega haldið við, sko. Það alltaf að halda við anda í svona húsum. Þannig að, en svo þetta bara spurning líka hvað maður þarf. Þetta hús var til dæmis byggt áður eða fyrir tíma sturtunar. Já. Þannig að það ekki pláss fyrir sturtu í húsinu. Nei. Það ekki sturta hérna. Hvernig veistu það? Þannig að fólk fer í sundlaugina. Fólk fær sem miða í sundlauginni með dvölinni. Já. Það var enda líka byggt fyrir tíma vatnssalernisins, en það samt klósett í húsinu. Já. Því var komið fyrir. Það menningarstofa Fjarðabyggðar sem hefur umsjón með Jensens húsi. Og það unnið þannig að menningarstofa Fjarðabyggðar ársgömul. Ég tók við fyrir ári síðan og við erum að móta stefnu hússins og bara ákveða hvernig við viljum hafa dvölina og á hvaða forsendur fólk að koma, hvað dvölin er löng til dæmis og svo framvegis. Þannig að þetta svona allt í mótun og endurmótun sem mjög áhugavert og skemmtilegt. Já. En eins og staðan í dag þá bara þú voru að hafa samband við mig. En hefur þetta verið þannig að fólk að koma þá kannski í vikudvöl eða má það vera lengur eða? Já, það hefur verið þannig að það hefur verið miðað við vikudvöl. En ég hugsa að við lengjum það. Það svo stuttur tíma að koma í viku. Þú eiginlega bara nýkomin og rétt búin að kannski svona átta þig á umhverfinu og samfélaginu þegar þú ert farin aftur. Þetta var þannig sett upp á það vikudvöl og
að þeir sem dvelja hér muni skilja eitthvað eftir í samfélaginu. En það líka svolítið erfitt að gera það á einni viku. Þú veist, að því að fólk bara kannski alveg búin að átta sig á möguleikunum sem eru hérna, húsnæðinu sem í boði kannski, eða hvað hópa verið áhugavert að hitta, eða svona hvað myndi passa fyrir samfélagið. Og mér finnst ótrúlega mikilvægt að þeir voru með svona residensjur að við passum að þeir séu í svona takti við samfélagið og að það verði eitthvað svona flæði á milli, skilurðu, að það sé ekki bara listamenn sem er í felum í húsi í viku eða mánuð eða hvað, heldur að við reynum að bæði að vinna með skólunum eða öðrum stofnunum hérna. Já, tengja þetta saman og allir græði. Já, nákvæmlega. Nú erum við komin upp á loft, sko. Nú aðeins að beygja sig. Ég hef nú ekki verið þekkt fyrir að vera mjög hávaxin, en hvað ætli hafi margir búið hérna, svona bara ef maður hugsa til það? Ég þekki það ekki alveg nógu vel hvað margir hafa búið hérna, en það hafa örugglega verið einhver áhugaverðir karakter sem hafa búið hérna. Allavega virðist það að vera svona orkan hérna í húsinu. Mörg svona hús á Eskifirði greinilega, svona gömul og falleg. Það mjög mikið af gömlum fallegum húsum á Eskifirði. Já. Það alveg svona einkenni bæjarins. Það einmitt staðsetningin, friðurinn og fegurð Eskifjarðar sem laðar að sér fjölda listamanna til Jensens hús árlega. Hingað til hafa listamenn ekki verið inntir eftir greiðslum fyrir húsaleigu en þurfa þessi stað að leggja eitthvað að mörkum til samfélagsins á meðan á dvöl þeirra stendur. Mikil svirði fyrir okkur að fá svona fólk sem vill vinna svona inn í skólana, sko. Já, og það kannski það sem þið hugsið þetta hús svolítið mikið í geta fengið fólk allstaðar að ekki bara frá Íslandi, heldur allstaðar á heiminum væntanlega. Jú, algjörlega, sko. Og mér finnst best að það blanda. Að það sé bæði Íslendingar og líka fólk annars staðar að þannig að við fáum svona fjölbreytileika. En hver vill ekki koma í Jensens hús á Eskifirði? Það vilja allir koma í Jensens hús, sko.